Góðir gestir, það eru Grímsstaðir í Vesturlandeyjum. Skulum bjóða þið velkomin. Á Grímsstöðum í Vesturlandeyjum búa þau Guðlaugur og Svanhildur ásamt 4 börnum sínum. Þau ætla að sýna okkur sýnishorn úr sinni ræktun. En á Grímsstöðum fæðast 5 folöld á ári og öll eru þau fórnhæmin áður en þeim er sleppt. Flestar berarnar eru sýndar og hafa þau notið stóðhesta eins og Orra frá Þúfu, Storm frá Leirulæk, Eldjárn frá Tjaldhólum, Ágústínu frá Melleiti og Draumufleik frá Álfhólum, svo eitthvað sé nefnt. Hér koma 3 kláfross úr ræktun og eigu fjölskyldunar á Grímsstöðum. Við skulum gefa þeim gott klapp. Nú, sú sem að fer fyrir hópnum fyrstuvelunarhrissan Teikning frá Grímsstöðum. Hún 11 vetra gömul, rauðglensótt. Faðir hennar Spegill frá Kirkjubæ og móðirinn Orradóttirinn Nótt frá Grímsstöðum. Teikning var sýnd 5 vetra gömul og hlaut hún í aðalengun 8,11 með 8,5 fyrir tölt, brott, vilju geðslag og fegurri reið og 9 fyrir stök. Og fyrir sköpulag hlaut hún 8,26. Hún hefur eignast 5 afkvæmi og eru þau fyrstu í tamningu núna, en síðasta sumar hélt hún ekki og þess vegna hún hér í dag. En knapi á henni Sara Ástórsdóttir. Nú, brúnarhrissan, þarna sem að núna síðust, Kátína frá Grímsstöðum 8 vetra. Faðir hennar Platon frá Sauðakróki og móðurinn Eydís frá Gerðum. Knapi Andrea Guðlaugsdóttir og Andrea dóttir Guðlaugs og Svanhildar. Kátína og Andrea hefja sinn keppnisferil saman og voru þær meðal annars í velunnarsæti á Svettkvöldum og dögunni. Kátína sammaðir á Sorró frá Grímsstöðum sem margir kannast við af keppnisferlinum. Nú það, og svo það í sá rauði í miðjunni, það hann Óskar frá Grímsstöðum. 6 vetra gamall geldingur sem að stíga sín fyrstu skref opinberlega. En hann heimaræktaður undan Pegasus frá Grímsstöðum og Ósk frá Grímsstöðum. Knapi og honum hann Ísleifur Jónasson. Við skulum gefa ræktunarbúðina á Grímsstöðum gott klapp. Fastmikil og fín kláfross. Það sé